Komið sæl, ég heiti Íris Sigtryggsdóttir og með mér Anna Steinsen frá Kvan, einn af eigendum Kvan og mastersnemi með áherslu á samskipti. En við ætlum einmitt að ræða samskipti á vinnustöðum hérna í dag, hvernig þau geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif, hvað þarf að varast í kringum samskipti og hvað hægt að venja sig á til þess að vanda samskipti við fólki í kringum sig. Við kannski byrjum samt, Anna, á því að fá að heyra aðeins það hver þú ert og af hverju þú situr hér. Já, ég mastersnemi, eins og varst að nefna, ég á ritgerðina eftir og í tómstunda- og félagsmálafræði með áherslu á samskipti og forvarnir. Sem náttúrulega lykillinn að þessu öllu eru forvarnir. Og það er náttúrulega hluti af menningu í hópum og þú veist að þú byggir upp góða menningu svo framvegis. Minn grunnur úr íþróttum. Ég alin upp bara í handbolta, fótbolta, badminton, var mikið að keppa og þarna eru svona miklir hæfileikar í minni fjölskyldu. Þannig að ég vil meina það að þegar maður fær svona uppeldi í íþróttum að þá ertu náttúrulega, þú kannt að tapa og þú kannt að vinna og þú kannt einhvern veginn að rífa alla upp og sýna þessa þrautseigju sem þarf oft til að komast í gegnum hlutina. Það getur bara oft verið ógeðslega erfitt, leiðilegt, svo fer einhverju fílu og eitthvað svona, þú veist, maður þarf alltaf einhvern veginn að þjappa hópnum saman og eitthvað svona og maður lærir alveg ótrúlega mikið af því að vera í svona hóp og hópi og ég sé alveg mun stundum á krökkum sem hafa verið í íþróttum og ekki eða þá bara í skátum eða lúðrahljómsveit eða eitthvað svona þar sem þú þarft raun að vera hluti af hóp og getur ekki verið bara eitthvað svona, ég ekki með. Þú veist, við erum að spila lag 17. júní í lúðrahljómsveit og ég bara ætla að sleppa að vera trommur og fara heim. Að því ég bara nenni þess ekki, þú veist, og eitthvað svona, þannig að allir leggi sitt fram og eitthvað og það er svona grunnurinn að þessu og svo ég bara extrovert í eðli mínu, kemur stóri fjölskyldu þannig að ég hef alltaf viljað vinna með fólki og ég var einmitt að tala það við dóttur mína í morgun að ég var í verslunarskólanum og mínir hæfileikar voru ekki og ég skil ekki af hverju ég valdi hagfræðibraut. Þú veist, það voru náttúrulega eitthvað 3 brautir sem var hægt að velja þá, þú veist, í gamla dag, núna eru 1850 eða eitthvað. En ég valdi hagfræði bara því að mér varst krakkandi skemmtilegir og eitthvað þið vitið. En það er ekki minn hæfileiki hagfræði eða stærðfræði neitt slíkt, það er bara samskipti og hefur alltaf verið. Og þú vilt með að lesa hópa og svo framvegis og hvernig fólki líður og eitthvað svona og er svona stemningsmanneskja. Þannig að minn bakgrunn er alltaf að vinna með fólki. Og þess vegna fór ég í tómstunda- og félagsmálafræði og þar kynntist ég Vöndu Sigurgeirsdóttir sem og manninum hennar, þau eiga fyrirtæki með mér og manninum mínum. Já, Kvan. Og svo erum við náttúrulega miklu fleiri í dag, þú veist, í Kvan og verktakar og eitthvað. En ég kynnist Vöndu gegnum fótboltann og svo gegnum námið og svo veist mér þetta bara svo frábært nám og útrúlega skemmtilegt. Þannig að þetta er svona minn bakgrunnur og svo hef ég alltaf starfað við þjálfun. Ég starfaði fyrst hjá Dale Carnegie í 12 ár og svo fór ég og stofnaði þetta fyrirtæki árið 2016. Þannig að ég elska að vera að þjálfa. Það er svona, myndi segja, minn grunnur að bara svona sjá fólk blómstra hvort sem ég var að vinna líka í félagsmiðstöð, fá inn úlingana sem eru bara svona óharðnaðir og svo bara blómstraðu einhvern veginn í dyrkita. Já. Þannig liggur svolítið þinn styrkleiki og... Já, ég held það. Ég er svona peppari í eðli mínu. Þú veist, ég held ábyggilega 150 fyrirlestra á ári. Ég er að markþjálfa, ég er líka markþjálfi. Lærði heilsumarkþjálfun. Þannig ég er búin að vera markþjálfa út allan heim í rauninni og þjálfa líka á fleiri stöðum en á Íslandi. Í Bandaríkjunum, Kína, Tælandi, þú veist, að vinna með svona stóru fyrirtæki eins og BMF. Það sem eru 100.000 starfsmenn, vinna með stjórnundum út allan heim og það fannst mér alveg frábært og gaman en alltaf eitthvað sem við kemur þjálfun. Svo er ég jógakennari líka og það er þjálfun, þú veist, þannig að ég er svona frekar ofvirk. Já, það eru svolítið fleiri klukkutímar í sólarhringnum. Já, ég er með marga bolta á lofti og alltaf verið og dýrka það. Já. Þú veist, vera bara að keyra á milli og fara næsta stað og þennan stað og eitthvað, þú veist, ég bara myndi deyja á leiðindum ef ég væri alltaf bara einhvern veginn á sama stað að gera það sama. Já. Þarna bara, ég myndi bara gubba. Einmitt. En þú greinilega sækir í bara þetta, svolítið samskipti, þú ert að tala bara bæði í íþróttunum og þar sem svona
þetta típiska liðsheildardæmi, svona hópíþróttir eru náttúrulega bara grunnurinn að liðsheild sem að fólk læra svo mikið og tekur svo með sér inn á vinnustæði og þetta er óbúslega gagnleg þekking og þjálfun að fá og svo ertu að tala að þú ert að þjálfa bæði unglinga og fullorðið fólk, þú hefur mikið verið að fara inn á vinnustæði líka það ekki og aðstoða bæði með fyrirlestra og að þjálfa stjórnendur og svoleiðis varðandi samskipti. Algjörlega. En hver myndirðu segja væri kannski munurinn á samskiptum þú veist, unglinga og ungmenna eða í íþróttum og svo inn í fyrirtækjum sjálfu. Er einhver munur eða? Nei. Það er í rauninni engin munur. Við erum bara að kljást við mismunandi hluti á mismunandi tímum. Unglingar náttúrulega að fara í gegnum ákveðna svona hormónabreytingar og þá eiga þau það til að taka hluti nærri sér sem að kannski skipta ekki máli. Ég er rosalega upptekin af því hvað öðrum finnst og það getur oft orðið svona eitthvað drami í einhverjum vinahópum og sem þarf einhvern veginn að leysa. Og þar geta verið neikvæðir leiðtogar og þar geta verið jákvæðir leiðtogar en þetta er bara nákvæmlega sama og inn í fyrirtækjum. Þar ertu bara með stóran hópa fólki, þar ertu bara með mismunandi fólk sumir taka rosalega nærri sér eitthvað sem er sagt, aðrir þola meira einhvern veginn og það má grínast eitthvað og sumir bara fara alveg inn í sig og þá er ég að tala kannski bara svona ekki eitthvað sem fyrir alveg yfir strikið, ég er ekki að tala það, þetta er bara svona almennt. Já. Ég get sagt þetta við þennan en ekki við þennan, skilurðu, einhvern veginn og það er bara eins, ég get verið að markþjálfa stundum 12 ára börn eða 15 ára börn sem að, þetta er svo fjölbreytt starf, þar sem ég kannski að hjálpa þeim í eitthvað varandi íþróttir eða þau hafa ekki trú á sjálfans eða eitthvað slíkt og svo bara næsta dag er ég bara með forstjóra einhverju stóru fyrirtæki, þar sem að við erum að tala hvernig á ég að takast á við einhverja starfsmenn og erfið samskipti sem að geti bara líka verið í úlingahópunum, erfið samskipti á milli þeirra og eitthvað svona, eða bara hvernig á ég að díla við þjálfaran, hvað ég segja við hann, og eitthvað svona, og þetta er í grunninn bara alltaf það sama og þú þarft bara, lykillinn að þessu er að vanda sig. Já. Við langflest erum bara fín í mannlegum samskiptum, við bara einhvern veginn kunnum þetta, lesum og aðstæður og svona eitthvað, en svo erum við alltaf með fólk sem að kann ekki eins mikið í samskiptum. Þeirra hæfileikar liggja ekki þar eins mikið og þetta eru krakkar sem koma til okkur að námskeið til dæmis í svona vináttu þjálfun og félagsfærni þjálfun og þessi krakkar verða síðan fullorðin. Einmitt. Þú veist, og eru inn á vinnustöðum og það er fólk sem er kannski rekast á einhverja hluta vegna og lesi ekki alveg í aðstæður, segi eitthvað svona sem passar ekki alveg og eitthvað. Það þarf bara að hjálpa þeim. Það geta samt allir lent í vandræðum í samskiptum. Auðvitað. Það geta allir lent í því að vera hafnað af einhverjum hóp. Þú þarft ekki endilega að vera lélur í samskiptum til þess. Ég bara passi ekki inn í hópinn eða það er einhver neikvæði leiðtogi inn í hópnum sem að tekur mér ekki, þú veist. Og þá náttúrulega get ég bara lent í því að vera hafnað. Já. Eins og hver öðrum, sko. Já, einmitt. Og þetta er svolítið líka þessi samskipti hafa svo mikil áhrif og keðjuverkandi áhrif oft út á við að það þarf ekki nema kannski eins og þú ert að tala bara einn neikvæðan leiðtoga til þess að hafa margföldunar áhrif út í hópinn. Það kannski bara, og ef við tölum vinnustæði og svona, að þá eru slæm samskipti óbúslega hamlandi og bara draga úr afkastagetu og veljiðan á vinnustæði og meðan góð samskipti geta síðan margfaldað afkastagetu og veljiðan og bara það að fólk vinni saman og svoleiðis. Já, ég meina sína allar rannsóknir fram að það ef þú átt bara einn vin í vinnunni, ekkert eitthvað besta vin, skilur, átt félag í vinnunni, þá bara eykst ánægja þín og aukast afköst og eitthvað svona og fær hrós eða er góð stemning og mórall, þá er bara miklu betra að vinna þarna og þægilegra og þú veist, og þá vill maður vera þarna. Þú veist, ég er ekkert í vinnu bara fyrir laun, ég er í vinnu að því mér líður vel. Og fólk hættir yfirleitt, ég las það einhvers staðar, ástæðan fyrir því að fólk segir upp eða hættir í starfi, það er samband við næsta yfirmann. Já. Þannig að við þurfum svolítið að passa, þú veist, fólk sem að rekur fyrirtæki eða á fyrirtæki, þú veist, þú getur ekkert bara stungið höfðinu í sandinn og bara eitthvað, já, ég er ekki góður í þessu, þannig að ég einhvern veginn vonast til þess að þetta bara hverfi. Já. Ég kann ekki að takast á við þetta, ok, fáðu þá einhvern inn sem er sérfræðingur í þessu til að hjálpa þér af því að þetta hverfur ekki. Ok, gæti eitthvað horfið eða eitthvað svona lagast, en yfirleitt gæti þetta bara orðið verra og tekur bara sénsinn á því. Nei. Þú kannski ferð inn bara fullt af góðu fólki sem að hættir
af því það bara einn inn í fyrirtækjunum sem stjórnar, þó sé ekki stjórnandi, sem bara, ég bara drepast á neikvæðinni, leiðilegur, erfiður starfsmaður við alla aðra sem koma inn. Hvað heldur maður enn að vinna vinnustað? Sem ekki góð stemning eða gaman eða það alltaf að vera að gagnrýna mann eða ýta við manni og stjórnandinn tekur ekki á því. Já. Það algjörlega galið. Já. Það galið að taka ekki á málum og einhvern veginn vonast til þess að fari. Ég meina, þú getur verið frábær rekstramaður og kannt allt varandi rekstur og hvernig á að byggja upp fyrirtæki. Ekki góður í málum samskiptum. Þú ert ekki endilega að vera lélegur, en bara kannski átaka fælinn. Og bara einhvern veginn, þú veist, ég fer ekki inn í þetta, ég kann ekki eitthvað svona. Og svo bara fer þetta að grassera. Já. Frábært. Já. Hvernig ætlar að búa til gott umhverfi? Þú veist það bara. En svo kannski, hvar liggur svolítið línan með þetta? Ef að þú sem stjórnandi ert með fyrirtæki, með 10 manns og svo ertu með 1 eða 2 skemmt epli eða þú ert með kannski, og þetta þarf ekki endilega að vera áberandi því að samskipti geta líka verið lúmsk. Já. Þú veist, þetta þarf ekki að vera þú ert rosalega leiðilega alltaf og ég alltaf bara ekki, við skulum ekki tala við Önnu, heldur getur þetta líka bara verið, þú veist, svipir eða svona einhver útilokun eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er svona, svona hunsun. Já. Sko, það er lykilatriði fyrir alla, stjórnendur og alla, að pæla í því, þú veist, er einhver á vinnustanum, þú veist, er ég upplifað einhverja hunsun? Þú veist, hérna, ég rétti upp hönd og alltaf þegar ég rétti upp hönd, þá einhvern veginn fólk svona svarar ekki eða þú veist mín hugmynd ekki jafn góð og þegar einhver annar að tala, þú veit, þannig að ég þarf svolítið að sjá þetta og skoða og pæla og spekulera af því að, þú veist, gefa ykkur bara dæmi, þú getur bara verið með manneskju sem að talar mikið og réttir oft upp hönd og eitthvað svona og ef hún í þannig umhverfi, það kannski 20 manns eða eitthvað, að það alltaf verið að segja við þessa manneskju sem hefur bara góða trú á sjálfum sér, ég ekki að tala um hún sé bara eitthvað inn í sér eða neitt svoleiðis, bara góða trú sjálfum sér, ef hún alltaf rétt upp hönd og tala og svo sagt hérna Anna, alltaf að tala, það endalaust að tala og eitthvað svona og ég bara já ok og fyrst til að byrja með þá fer ég ekkert að pæla í þessu sko en svo pikka allir hinir þetta upp þar að segja að það er búið að gefa veiðileyfi á mig kannski af því ég bara hérna, trú á sjálfa mig og eitthvað svona og svo bara já þú ert alltaf talandi og eitthvað svona svo ef þetta heldur áfram hvað gerist? Ég hægt og rólega hætti að tala, hætti að koma með hugmyndir og eitthvað svona, nei, nú ætla ég ekki að tala, ég ætla að leyfa öðrum að tala sem bara gott. En svo kannski ég búin að halda mig til hlés og svo loksist þegar ég kannski, nei, nú ætla ég að leggja orð í belg og tala, þá fæ ég kannski strax að heyra, þú ert alltaf talandi. Og þá það í rauninni ósanngjarnt að ég var ekki að því. Ég er búin að vera að vanda mig. En þannig kannski bara búið að gefa út þetta veiðileyfi og það má þannig að strax aftur byrjað. Og ég rauninni, þetta svona eitthvað svona skrítið sem fyrir í gang, ég finn þetta bara, hinir getur sagt slaka og þetta bara joke, eða þú veist, þú bara tala mikið og verður bara að taka því, ekki svona viðkvæm. Já, einmitt. Og ef að þetta gerist aftur, þá hægt og rólega koðna ég og ég vil ekki vera að tala um þetta og ég vil ekki segja frá því og eitthvað svona. Svo mestu líkurnar á því að mér fer að líða bara hægt og rólega illa og ég hætti bara. Það er nefnilega ótrúlega mörg dæmi það að þú veist, og þetta í rauninni einelti, þar að segja að það bara verið að útskúfa og hafna mér eða þetta gerist aftur og ítreka til þess að niðurlægja mig og útskúfa og svona halda mig niðri, að þá hætti ég bara. Ég segi ekkert endilega frá þessu, af því þetta ekki eitthvað svona, þú ert leiðilegan og þú veist, eitthvað sem allir sjá, þannig að þetta verður maður, þegar ég að stjórna eða stjórna fundi eða eitthvað svona og verði ég að taka eftir þessu. Já. Ok, þetta ekki lagið og þetta stundum gert þegar það eru börn, þegar kannski kennarinn segir eða hvað áttar sig ekkert endilega á því. Siggi, alltaf að koma seint. Siggi, setti þetta nú niður. Siggi, ekki vera með læti. Siggi, eitthvað svona, Siggi. Já. Og svo kannski eitthvað svona, heyrðu, krakkar, hver gerir þetta? Hvað halda þessi sagt? Siggi. Þetta Siggi. Þú veist, þetta að gefa veiðileyfi á Sigga, alltaf verið að segja nafnið hans Sigga. Þannig þú veist, það ekki allir sem kunna þetta og kunna lesa og eitthvað svona, þá svo gott stundum að fá eitthvað utanákomandi sem getur svona séð þetta og sagt bara, ok, þetta það sem ég sé, þetta það sem ég upplifa, því að þú veist, við erum bara hluti af menningunni. Þetta bara eins og vera hluti af fjölskyldu. Þú sérði ekkert alltaf einhvern veginn hvað í gangi innan fjölskyldunar, af því þú ert hluti af fjölskyldunni. Þannig að svo kemur einhver og segir, vá, skrítið hvað þið eru svona
rosalega gagnrýnin á hvort annað. Já, það, nú eitthvað, af því ég bara vönsu. Eða vákvæði eru hvetjandi. Það svona frábær stemning, svona fjölskyldu stemning. Já, æðislegt. Geggjað að fá það. Já, en þú veist það ekkert um Nei. Þú áttar ekki á því. Þess vegna svo mikilvægt stundum að stíga út fyrir og skoða hvað í gangi í hópnum mínum. Já. Litlu kommentin, allt þetta litla sem undir yfirborðinu, það það sem hefur oft áhrif. Og ef að það fara að grassera, allt sem svona fyndið og skemmtilegt og skotmenning og eitthvað svona, við eigum að hafa gaman. Já. Það á að vera skotmenning og skemmtilegt og hei, hvað segir, má gera grín. Annars bara hundleiðilegt. Já. Ef allir bara fylgja og bara, við göngum hérna samkvæmt línu og enginn segir neitt og allir segja eitthvað, þú veist, það væri allir svona ha, má hlæja, má ekki hlæja. Eða þú veist, eitthvað svona, það er allt svona stíft. Þannig að frekar verðum við bara einhvern veginn að hafa hlutin upp á yfirborðinu, tala og hlæja og gera eitthvað svona og svo ef að þú segir eitthvað við mig og ég eitthvað svona, vá, þetta var það sem erfitt, þá tek ég það bara með þér. Já. Þú veist, bara eitthvað svona, heyrðu, áðan á fundunum, mér aðst þetta svolítið erfitt, það sem hún sagði við mig, já, ok, þá segir þú kannski, já, ok, hvað, byrju, varst að meina þetta eða hitt, eitthvað svona, við bara spjöllum, þá veist þú það bara næst. Einmitt. Að þú vandar þig kannski eitthvað mér, þarna, skilurðu? Já, þá það eitthvað sem ég geta tekið og Anna svolítið viðkvæm fyrir því að ég sé að nefna þetta, þannig að ég tek það bara og ég sleppi því þá Já, og svo kannski var ég á einhverju viðkvæmum stað í lífinu og eitthvað svona, þannig ég get sagt þér það bara, heyrðu, og það er svo mikilvægt, það er berskjöldun, að ég geti sagt þér, ég er þarna og þú notar ekki gegn mér. Ég fyrst þú ert svona viðkvæm, þá skal ég bara sleppa því að segja það. Já, við skulum ekki ræða þetta, hún Anna svo viðkvæm fyrir þessu. Anna svo viðkvæm, þannig að það er ekki hægt að tala þetta núna. Þetta á alltaf verið að gerast svona í bróðerni, við spjöllum, ekkert mál, ég segi, ég fer ekki vörð, þú fer ekki vörð, við erum bara að spjalla. Og það er svona, finnst mér svolítið svona stór hlutur af því að við erum í svona alls konar vandræðum í samskiptum. Það er að við tökum hluti svo persónulega. Ég fer heim til mín og bara eitthvað og það er bara ekki lagi og eitthvað og svo bara kannski fer ég að baktala og hún er í sig eitthvað klikku sko. Og ég fæ eitthvað fólk með mér í lið og bara fljóta fari í vörn og svipriði og rúlla augunum og andvarp og alls konar svona hlutir. En þá er kannski eins og þú ert að tala að búa til umhverfi þar sem að ríkir þetta traust, þar sem að við getum bara sest niður og sagt, heyrðu, það særði mig svolítið og talaðir þegar þú sagði þetta við mig á fundinum fyrir framan hinn áðan eða eitthvað. Og það var bara að búa til umhverfi sem að leyfir þetta svolítið, að segja bara, heyrðu, mér finnst þetta óþægilegt. Já, og líka það að ég fari síðan ekki vörn yfir að þú sagðir þetta. Þú segir, Anna, þetta særði mig svolítið sem þú sagðir áðan, að ég sé ekki eitthvað, já, bara, hvað meinarðu? Og eitthvað svona, þú veist, og má maður ekki segja neitt, eitthvað svona, að ég geti bara tekið þessu og sagt bara, fyrirgefðu, ég ætla nú ekki, nei, ekkert mál. Já. Bara tala saman, búið. Ekki vera með það sem að við köllum þetta svolítið hún Vanda Sigurgeirsdóttir, hún ræddi einhvern tímann við námsráðgjafa og það er frábært, hún er búin að setja þetta inn í námskeið sem við erum að kenna, við erum að þjálfa kennara, búin að þjálfa ábyggilega 1200-1300 kennara út allt land á Íslandi í að búa til góða menningu í bekknum sem er forvörn. Af því ef það er góð menning í bekknum, að þá er síður líklegt að verði einelti. Þú getur aldrei komið í veg fyrir eineltin eða góð stemning, að þá er allavega og þetta gerum við líka inn í fyrirtækjum í stjórnendaþjálfun. En hún talaði einhvern tímann við námsráðgjafa sem talaði kúk í bandi. Að vera með kúk í bandi. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt og við kennum þetta bara í kennslubókunum og ég tala um þetta núna bara í öllum fyrirtækjum. Hvað er að vera með kúk í bandi? Draga kúkina eftir sér og þannig er alltaf kúkafíla og eitthvað svona, en þú ert alltaf með kúkin, skilurðu, bara draga hann á eftir þér og það er svona svolítið að vera með, skilurðu, þú sagðir eitthvað við mig, þú veist, við erum búin að vinna saman, þú sagðir eitthvað við mig, svo er ég að draga það alltaf upp 4 árum seinna, 5 árum seinna, ég meina, þú sagðir 1989 við mig að ég væri eitthvað, þú veist, og ég er ekkert að segja það, getur alveg að hafa snert með 1989, en við erum búin að ræða það og við erum búin að leysa úr því, ekki draga kúkin síðan aftur upp, en við erum búin að ræða það og þannig er ég ekki að tala um ofbeldi, einelti, allt þetta þunga sem að sjálfsög átt að leysa vandamálin og bara sumt látum við bara alls ekki viðgangast.
Þú veist, ég er ekki að tala um þessi mál, erfiðu þungumál. Ég er að tala um eitthvað svona, hann sagði þetta, hún sagði þetta, eitthvað svona, þú veist, þú sért alltaf að draga þetta með. Já. Við fáum ekki glös, hérna, við erum ekki með svona, akkur þið með svona. Bara, þú veist, leysum úr þessu, kannski bara er þetta hægt, ef ekki, þá er þetta bara ekki hægt. Hvað hefur að gera? Æskilum. Já, það þarf svolítið að skilja bara fortíðin eftir og halda áfram afgreiða hlutina í jafnóðum. Þú getur heldur ekki sagt við fólk bara, heyri, þetta er bara kúkur í bandi. Við ætlum ekki að tala um þetta og mátt ekki nota það gegn þeim, sko. Nei. Hérna, við erum eitthvað vandamál, setjum á borðið, tölum um það, fáum alla að, finnum lausnir sem allir eru sátti við og þú veist, er ég sátt við alla lausnir í fyrirtækjum? Nei. Ræði því? Kannski ekki. Þannig að sumt getum við gert, sumt en svo tekin ákvörðun. Fyrirtæki er að fara í þess átt eða stofnunin er að fara í þess átt. Ég verð bara að taka ákvörðun sem starfsmaður, ætla ég með og bara, ok, ég fíla þetta ekki, en ég verð að taka ákvörðun. Annarkvort bara fer ég með, eða ég bara hætti og þá fer ég bara eitthvað annað lið. Skilji hvað ég við. En ég get ekki verið með kúkin í bandi og bara eitthvað svona, ég hef búin að segja eitthvað, þú veist. Þetta er bara eins og að vera í stjórnmálum. Flokkurinn tekur ykkur ákvörðun. Þú ert ekkert endilega 100% on board. En þú verður á endanum að segja, ok, flokkurinn er að sammælast um þetta, ég er með. Já, þú ert bara að hluta þessu liði sem að tók þessu ákvörðun. Já, ég get ekki verið að búa til síðan, heyrðu, svo ætla ég bara að búa til einhver svona grúppu þar sem við erum hérna saman og þá erum við bara á móti ákvörðun forstjórans eða framkvæmdastjórans eða eitthvað og ég bara ætla ekki að gera þetta. Nei. Þú veist, þetta er náttúrulega bara fáránlegt, hvað ætla þú útlumis og ef þú setur þetta í svona einfalt samhengi sem við erum með þjálfara og með þjálfari í fótbolta eða handbolta, hann tekur ákvörðun, já, heyrðu, ég er bara í fílu, ég ætla bara ekki að sitja á bekknum, ég ætla bara að vera hjá hornfánanum. Já, byrju, ok, en þú veist, þá ert þú bara ekkert með. Nei. Það er rosa einfalt í handbolta, fótbolta og landsliðum og eitthvað svona, það er bara að þú fylgir ekki þjálfaranum og fylgir ekki stefnunni, það er bara því miður, það er bara næst inn. Já. Þú veist, það er svolítið svona hardcore. Já, mjög skýrt. Bara mjög skýrt. Já. Þetta er stefnan, skilur, og við erum bara allir með, þú veist. Þannig en það er búið að ræða það, þetta er ekkert einhver, inn í fyrirtækjum, þá er þetta oft bara eitthvað svona fullt af fólki sem er að sammælast um þetta. Já. En þetta finnst mér oft, við þurfum svolítið að pæla í þessu, hvað ætla ég búa til mínar grúppur og vera á móti, eitthvað, mér finnst bara fáránlegt að við séum að gera þetta svona og ég vil bara gera þetta eins og við gerðum með hérna gamla aðferðin. Já, einmitt. Sem að þekkist svo oft. Bara, og ég hef alveg verið alveg líka. Mjög algengt. Gamla aðferðin betri. Já. Já, mér langar ekki að gera þetta svona. Já. Vist þetta erfitt og óþægilegt og eitthvað svona. Ég ætla ekki að vera með. Nei. Já. En hvað, sko, segjum að hérna er hún Sigga með fyrirtæki og hún er með 20 starfsmenn. Það er einn aðili sem getur verið svolítið svona, þú veist, orðljótur og er að taka eina mannesku fyrir, kannski bara með einhverju svona eins og þú nefndir sem dæmi á þann, þú veist, þú ert svo hávær eða eitthvað og hópurinn svona hópar sig í kringum þetta og fleiri fara að hafa þessa áhrif og þú sérð þetta sem stjórnandi. Þú ert kannski ekki endilega sérfræðingur í samskiptum og jafnvel bara eina af þessum manneskjum sem er bara með styrkleika alls staðar annars staðar heldur en þarna. Já. Þannig að þú vilt fá einhvern ráðgjafa inn og hefur samband við Önnu hjá Kvan. Hvað kemur og gerir? Hvers konar? Það sem er best að gera í svona er bara að fá aðeins að fylgjast með. Ef maður fá að fylgjast með menningun og fundinum og eitthvað svona, ég upplifi mjög fljótt hvaða menning er til staðar inn í fyrirtækjum, ekki bara ég, þeir sem er að vinna við þetta sem við erum að vinna við, af því ég kem inn í ótal stofnanir, fyrirtæki, skóla og þú finnur fljótt hvaða menning er í gangi. Á sumum stöðum á hlæja, hafa gaman, eitthvað svona, öðrum stöðum er svona, já, í sumum fyrirtækjum þá er fólk alltaf að passa upp að þú veist, það vill ekki alveg segja hlutina af því að getur verið notað gegn mér og ég vil ekki sýna að ég sé viðkvæm, þannig ég ætla ekki að segja þetta svona og þá finn ég að það er eitthvað dysfunctional í gangi. Já. Þetta er bara teymi sem er óvirt eða ekki óvirt, svona dysfunctional, hvað segir maður? Það bara fungerar ekki í raunin sem lið. Já. Og og þá sér maður það og svo þú getur gert alls konar hluti, þú getur komið á fundi og fylgst með og eitthvað svona, svo getur þú tekið bara svona 360 gráðu mat. Það sem að þú ferð í gegnum ákveðin spurningalista ef ég er kannski deildarstjóri eða eitthvað svona og svo ég fer í gegnum eitthvað ákveðin mat og svo eru bara einhverju nokkri starfsmenn spurðir mig og þeir svara bara heiðarlega, þú veist, nafnlaust. Þá kemur náttúrulega fljótt í ljós
ef að ég gef mér einhver engun að varandi það að hvetja starfsmenn áfram að hrósa og vera með endurgjöf og alls konar hluti. Ég sé frábær í því, en starfsmenninni segja eitthvað annað. Já. Þá er komið bara eitthvað grundvöld, þá er ég bara eitthvað að lesa þetta vitlaust. Sko. Einmitt. Og þá er hægt að markþjálfa þig inn í það að þú veist, þá get ég ekki sagt sko að því að í rauninni getur þú sagt hvað sem er með markþjálfan. Já, ég er æðislega góð í þessu. Svo er það bara ekki satt. Nei. Og þá þarf maður að skoða það, ok, þú segir það, starfsmenn segir það ekki. Já. Og þetta er það sem kemur út úr vinnustafkönnun, þetta er það sem kemur út úr þessu, við erum bara með þetta hérna svart á hvítu, og það er bara að tala þetta og fara ofan í þetta og vinna ákveðna vinnu og þetta geta kannski einhverju svona aðeinar eins og við gert, en kannski ekki framkvæmdastjórinn eða forstjórinn, hann er kannski ekki bestur í akkurat þessa vinnu, skilurðu? En það þarf að lesa hópinn, vinna með hann og þú getur ekki verið bara með slæmt epli sem er bara, og tala ekki að það er einelti. Og það er ótrúlega merkilegt sko að allir sem eru spurðir myndir vilja stoppa einelti, standa með fólki og eitthvað svona, við segjum já. Já. En rannsóknir sýna að við erum ekki að stíga inn. Nei. Og það er alls konar ástæður. Ég er bara hrædd mitt starf, þannig ég ætla ekki að vera að skipta mér að þessu, þetta er eitthvað svona. Þannig við stöndum ekkert alltaf með þolandan. Nei. Og erum ekkert eitthvað á fundi bara stopp. Já. Halló, hvað er það að gera? Eitthvað svona, að því ég veit ekki alveg, hvað má ég segja? Og þetta getur verið yfirmaður. Já. Hvað gerir ég þá? Og þá þarf bara teymi til þess að koma inn, lesa aðstæður og bara aðgerðaráætlun. Og það er ekkert verið að eitthvað reka, þú veist, við þurfum bara að vinna í málunum og leysa þetta. Bara ekki stinga höfðinu í sandi. Einmitt. Aldrei, sko. Og nákvæmlega eins og segir þetta, það er hægt að koma inn og leysa þetta. Þetta er ekki, þú veist, nú það bara að fara því að hann er að skemma allt hérna. Það er hægt að vinna með þetta og flest svona vandamál er bara hægt að leysa. Og það er bara að komast að vandanum og einmitt eins og við erum að tala að það er utanaðkomandi sem sér þetta miklu betur að því að þeir sem eru inn í hópnum eru orðnir svolítið samduna þessari menningu og hvernig við tölum og mér finnst oft samskipti vera svo flókin að því leyti að ef ég kem til þín og þú ert markþjálfur minn og ég segi já ég er rosalega góð í þessu, ég er ekkert endilega að ljúga. Ég upplifi mig góða í þessu, þó að engin annar gerir það. Algjörlega. Og þetta er svolítið, þú veist, þetta er svo grátt svæði og við sjáum okkur oft ekki eins og annað fólk sér okkur og það þarf svolítið bara að hjálpa til við þetta. Þá er kannski hægt að leysa úr þessu. Já, og það sem hún gerir oft er að þú leitar að styrkleikum, ég meina þú veist ef ég er að markþjálfa fólk þá tek ég það í gegnum styrkleikapróf og ég skoða styrkleikana en þá erum við líka bara að skoða skuggahliðarnar. Ok, bara að gefa ykkur dæmi, þú veist ég var með 2 stjórnendur sem að fóru í gegnum svona ákveð styrkleikapróf, svo kemur í ljós. Þeir eru lélegir í einhverju sem heitir social intelligence. Og hvað er það? Það er að lesa félagslegar aðstæður. Þannig að en eru með leadership og humor og love og kindness og alls konar hluti. Svo eru þeir að halda fundi og bara halda, gengur rosalega vel og allir bara hressir og eitthvað. Svo fer ég bara inn á skrifstofu og eitthvað og þá kemur kannski einhver starfsmaður bara, ert að grínast? Fannstu andrúmsloftið á svæðinu? Ha? Nei. Og þá les viðkomandi aðili, forstjóri eða framkvæmdastjóri, ekki salinn, hann les ekki alveg félagslegar aðstæður, bara ekki góður í því. Og það er allt í lagi, auðvitað getur maður þjálfað þetta upp og orðið betri, en það eru kannski aðrir sem eru miklu betri, þannig að þú þarft að hafa eitthvað í teyminni þínu sem er góður í þessu. Einmitt. Og vera meðvitaður að þetta sé þinn veikleiki. Já, þá bara, hvað er það allir með þessu svo, ég persónulega er ekki góð í því að vera varkár. Það er bara ekki styrkleiki hjá mér. Þú veist, ég á það til að því er hvatvísa eðlisfari. Ég tek bara ákvarðanir sem eru hvatvísar. Það er frábært að mörgu leyti. Ég þarf hins vegar að vera meðvituð það að kannski get ég orðið fljótfær. Það er allt í lagi. Ég þarf bara að vera meðvituð það. Okkurlega. Þú veist, þannig að ég sé ekki bara, kaup þetta, ger þetta, förum þetta, græð. Þú veist, þá þarf ég að fá Kobba sem er með mér í liði sem segir bara, nú skulum við aðeins anda, hugsa málið, að því mér getur fundist það vera rosa leiðilegt. Já. Þú veist, þegar ég fæ eitthvað svona leið sem er eitthvað svona, hugsa málið, neini því ekkert, við bara tökum ákvörðun að gera. Já. Þannig að en liðið þitt þarf alla þessa aðila sem hugsa hratt, vinna hratt, segja halló, nei. En ef þú bara með svona halló, rólega, þá kannski gerist ekkert. Einmitt. Og þú ert bara með bam, að þá er bara hætt á því að verða eitthvað fljótfærni eða þú veist, eitthvað mistök. Akkurat.
bara, þú veist, og það líka hægt að taka þetta inn í bara íþróttir og svoleiðis, ef þú ert bara með 11 markmenn í fótbolta, þá ertu ekki að fara að vinna leikinn. Þú þarft þetta fjölbreytta, en þeir þurfa líka að læra að vinna saman. Ja, allan daginn, sko, þú ert með sóknarmann sem hugsar alltaf bara áfram, ég nenni ekkert að koma í vörn. Svo ert með varnarmann sem að vill sjá allan völlin og fylgjast með og bera ábyrgð, æðislegt lið, en varnarmaður á ekki að fara í sókn. Og það er sama í fyrirtækjum, þú ert bara með mismunandi styrkleika, þú veist, þessi góður í rekstri, þessi góður í svona, þessi góður að spjalla, þessi góður í small talk og halda öllum góðum og eitthvað svona, æðislegt, skoðaði liðið þitt. Og þeir sem eru orðin svona eins og varst að tala svona skemmt epli, hugsanlega neikvæða leiðtogar, þetta er oft hörku fólk. Það bara er komið aðeins kannski bara þreytt á starfinu, eitthvað í gangi sem það er ósátt við, eitthvað svona, þá þurfum við bara að taka þessa umræðu. Orðið yfirmáta neikvætt og það er eitthvað ástæða. Kannski er hún persónuleg, kannski er hún bara eitthvað sem gerist í vinnunni eða eitthvað. Ég veit það ekki fyrr en ég fer ofan í það og ég fronta það svolítið og tala það, en alltaf sína kærleika. Kærleika og mörk, bara þú veist, þetta sem er í gangi gengur ekki. Hvað getum við gert til að, þú veist, styðja því í gegnum þetta og hjálpa þér, af því að þetta er öflugur einstaklingur. Og í sumum tilvikum þá bara kemst fólk að því að, þú veist, við erum ekki að dansa sama dansinn. Þá bara hætti ég og finn mig nýjan dansfélaga. Þú veist, lífið er ekkit flóknar en þetta. Ég er bara búin að vinna í 10 ár. Ég finn það bara að það komið að endastöð, ekki hanga einhvers staðar. Það er bara komið að endastöð fyrir báða aðila, frábært stundum. Er það besta sem getur gerst? Það er þú hættir einhvers staðar. Þú veist, eða þá, ég er þreyttur á þessu, get ég farið í eitthvað annað, þú veist, en ekki bara halda áfram og ekkert. Tala ekki það og bara mygla bara og vera ánægð þessi þreytt út í horni, bara að ég gera það. Ég gera eitthvað svona indriði bara .is. Akkurat. Sem bara gera alla brjála og bara hún leiðilegur. Já. En þannig kannski líka að tækja fyrir stjórnanda að grípa inn í snemma þegar viðhorfið af einhverjum ástæðum er orðið neikvætt á einhvern hátt að efla jákvætt viðhorf. Hvernig getum við svona breytt þínu viðhorfi og hvernig þú ert að koma fram innan hópsins? Allan daginn. Það er ekki þannig að þú ert svona og verður svona sem eftir ævinar. Þú veist, það er alveg hægt að hafa allir farið í gegnum erfitt tímabil og verið einhvern tíma neikvæðir og eitthvað svona. Aðalatriðið bara festast ekki að verða neikvæður og bitur og þú ert orðin bara neikvæð, bitur og leiðilegur. Það er rosa mikilvægt að þú sjáir það sjálfur í lífinu, sko. Þannig að maður þarf að hafa svona einhverja tilfinningagreind og pæla og spekulera bara hvað er í staður og af hverju líður mér svona. Get ég gert eitthvað í þessu og eitthvað svona og stjórnandinn þarf þá að hjálpa. Á móti kemur þarf að ýta undir alla svona styrkleika, jákvæðni, hrós, gleði, en ég verði líka að tala erfiða hluti. Skilur ekki vera bara pepparinn, ótrúlega stemning hérna og eitthvað og svo bara, ég ætla að vera meðvirkur. Af því svo mikill, það er svo gaman og ég er svo erfitt með að tala erfiða hluti og ég vil ekki valda vonbrigðum. Það getur alveg verið erfitt, en þú þarft að takast á við erfið starfsmannamál. Þú getur ekki látið þetta bara grassera einhvern veginn og svo bara einhvern veginn, ég vona eins og ég sagði áðan, ég vona þetta hverfi. Sem er bara síðasta sem þú átt að gera. Ef þú átt erfitt með að fara inn í erfið mál, fáðu þá einhvern með þér í málið. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera þetta, ég meina ég er ekki pípari. Hvernig get ég farið bara inn í hús og ætla bara eitthvað vinna í pípulognum? Ég veit ekkert þetta. Ég er frábær í samskiptum, ég er frábær í þessu og eitthvað svona. Þú veist, að ég skilur hvað við. Þetta er sama. Sumir eru bara ótrúlega góðir í einhverju, en ekki þessu. Fáðu þá eitthvað með þér. Þú veist, ekki reyna að leysa allt og gera það kannski bara illa. Af því ef ég er að fara í pípulagnir, ég mun bara gera eitthvað vesen og það verður, ég verð lengi að því. Þú veist, þannig að ef ég ætla að gera þetta sjálf, þá þarf ég að fá hjálp. Hvaðan svo sem það er. Sko. Við þurfum öll hjálp á einhverju tímapunkti í alls konar hlutum. Það er ekkert allir góðir í öllu. Þú veist, þannig að þú getur ekki verið stjórnandi góður í öllu. Það er bara ekki hægt. Og sérstaklega út með svona lítinn vinnustað, það sem þú ert hérna með einhverja 20 manns, alltaf bara vera góður í rekstri, hérna, vera vinur allra, halda utanum, gera hérna, búið til staffapartí, gera svona, þú veist, vera marketing, vera eins og maður er þegar maður er með lítið fyrirtæki. Akkurat, þú ert svolítið með marga hatta, en það þýðir ekki endilega að styrkleikin liggi þar og sumt, bara eins og samskipti og bara
þessi menning og umhverfi og veljan starfsfólks skiptir bara svo ótrúlega miklu máli. Líka sko, ef þú horfir bara á tölunar, bara rekstur fyrirtækisins. Þetta gengur ekki vel ef að starfsfólkinu líður ekki vel. Þú ert að missa besta starfsfólkið þitt út af því að þú ert svona til í að horfa fram hjá vandamálum eða sópa þeim undir teppið. Já, og svo ertu kannski bara á miðaldra, þú ert 50 eða eitthvað og þú varst rosalega góður með þú veist, og varst rosalega góður í að peppa stemninguna einhvern tímann og nú er bara komið fullt af liði sem er 25 ára og 27 ára. Hvernig ætlar þú að halda stemningunni með þessu liði sem er bara önnur kynslóð? Skilurðu? Þú veist, þú getur ekkert alltaf ætlast til þess að það sem hún gerðir 1994, það sé ennþá bara ætla mikið stemning. Einmitt. Það bara hlutinni breytast og eitthvað svona og þú getur ekki bara sagt, já, þetta er bara, ég skil ekkert svona. Já. Hvernig ætlar að laða inn til þín ungt fólk? Af hverju ætti það að hafa áhuga á því að vinna í þínu fyrirtæki? Og það er svolítið að skoða þetta. Já. En svo er það líka eitt að þarna verða stundum árekstrar bara á milli kynslóða eða milli kynja eða fólks af ólíks uppruna. Þú veist að þarna þarf að vanda samskiptin alveg bara sérstaklega. Algjörlega. Af því að það er oft sko, ég veit að þegar ég tala við 12 ára dóttur mína og þegar ég tala við mömmu mína, ef ég nota sömu orð að þau þýða bara sikkvara hlutin hjá þessum, þú veist, hjá þessum konum. Ég meina, þú veist, það er bara, spurðu alla sem eru ungir, þú veist, ef þú gefur like, í Messenger eða eitthvað, einhver að senda og við miðaldra sendum like, það er bara eins og þú sért að senda bara eitthvað ömurlegt. Einmitt. Og ég komst bara þessu fyrir einhverju síðan, það var eitthvað sem sendi mér á Messenger og ég ekki bara, ok, og svona, þá bara, hringdi í mig, byttu, hvað meinarðu? Og ég var, þú veist, þannig að þú veist, við skiljum hlutina ólíkan hátt. Ungt fólk vill fá endurgjöf hraðar, oftar vill spegla sig. Þú veist, út með einhvern sem er bara 55 ára kallmaður og ung kona sem kemur inn sem er 26 ára, þau bara hugsa ólíkt oft. Hann þarf ekki að spegla sig, mjög líklega ekki svona eins og hún þarf að spegla sig. Þá getur ekki sagt, nei, það á ekki að vera svona. Nei. Hún þarf á þessu að halda. Og hvað þarf þá að gera? Það þarf að búa til eitthvað teymi fyrir hana, eitthvað þannig að hún fái að upplifa, þú veist, mér vantar þetta like og endurgjöf og eitthvað svona, á meðan við vorum bara eitthvað svona starfsmannaviðtal mestalega einu svona ári, það var bara fínt. Ég nefndi ekkert meira. Og bara hrós var eiginlega bara óþarfi þetta. Ég bara, þú veist, ég vann mína vinnu og svo bara málið dautt. Menn þau eru bara í öðruvísum veruleika og við þurfum að kynna okkur þetta. Já, og nálgast þessa hópa. Ég meina, þú þarft að pæla í hvernig ætla ég að laða inn starfsfólk. Okkur ætti að vinna hérna. Þannig að þessi eftirsóknarverður vinnustæður og þeir sem koma inn, þeir lesa menninguna. Skilurðu, bara þú veist eins og ég var að tala um þegar við komum inn hjá Kvan, komum inn í fyrirtæki og eitthvað, maður er rosa fljótur að lesa bara, og líka stundum inn í bara ákveðna deildir. Það getur verið svona, þú veist, þú getur verið með einhvern yfirmann sem heldur öllum einhvern veginn í gíslingu, þorir enginn að segja neitt, svo sérðu svona, þá horfa allir svona á yfirmannin og svona, má ég segja þetta einhvern veginn og þá finnum maður alveg, ok, hér er eitthvað óheilbrigt í gangi. Eða þá að það er svona rosalega opinn, nánast jaðra við að fara yfir strikið. Skilurðu, þú veist, þannig ég er að djóka og segja eitthvað og þetta er bara, maður kemur inn og maður bara svona, ok, þetta gæti orðið eftir eitthvað tíma, þá fer eitthvað af þessu yfir strikið. Og svo getur verið bara svona kallamenning, þú veist, það sem eru bara mikið af miðaldra köllum sem vinna saman, oft til dæmis bara þú veist, inn í einhverju virkjunum eða eitthvað, þú veist, og svo ertu með kannski eins og í grunnskólanum, þar eru mikið af konum sem vinna saman, þar myndast ákveðin menning, skilurðu, þannig að, þú veist, menning verður til stundum af því bara einhvern veginn, og ef ég pæli ekki í henni, ég er yfirmaður og ég er stjórnandi, ef þú veist, ég get búið til menningu, ég get búið til frábæra menningu, eða ég get bara ekkert pælt í henni og hún verður bara einhvern veginn, skilurðu. Og jafnvel stjórnlaust þegar þú ert búin að missa svolítið tökin. Já, og fólk, og það er líka búið að rannsaka, fólk fylgir menningu, ekki gildum eða reglum fyrirtækisins. Fyrirtæki segir hérna er ekki traust og ábyrgð og bla bla bla. Þetta er bara orðið upp á vegg að þú veist ekki að gera neitt í þessu. Þú veist, svo kem ég ný inn í fyrirtæki, hvað fer ég að gera? Ég fer bara að lesa menninguna, svo bara hægt og rólega, ef það er neikvæð, tuðandi menning á kaffistofunni, guess what? Einmitt. Bara eftir smá stund, þá er ég bara þáttakandi. Já, án þess að ætla mér það. Skilur, ég var
var í öðruvísi menningu annars staðar, en ef að 20 manns eru svoleiðis, Já, þá er ég rosa fljót að detta inn í þessa menningu. einmitt. Við höfum þessa aðlögunarhæfni og aðlögum okkur líka Ég meina, þú veist, ég þarf einhvern veginn að lifa af, skilurðu, og þetta gerist yfirleitt ómeðvitað. Maður þarf að vera rosalega meðvitaður til að koma inn í hóp og bara eitthvað, ég ætla að vera svona. Já. Og þá getur líka verið að rekast á, sko. Einmitt. Þú veist, þannig að hvernig er menningin á þínu vinnustað? Hvernig vilt hún sé? Þú veist, ég þarf að pæla í þessu og það er hægt að hafa áhrif á hana. Og ef hún er ekki að fara á réttan stað, þá verður að hafa áhrif á hana. Nákvæmlega. Það er lykilatriði. Nákvæmlega. Ætla æst. Þetta eru flott bara lokaorð held ég að þetta er í höndum stjórnenda að fylgjast með þessu, vera vakandi fyrir þessu og leita sér utanaðkomandi aðstoðar ef að þið geta ekki tekist á við þessu mál því þetta er óbúslega viðkvæmt og það þarf að laga þetta. Já, sérstaklega kannski í litlum fyrirtækjum þar sem þú ert tengdur öllum og eitthvað svona og bara þú veist, skoða bara sjálfa þig, þú veist, hvað get ég gert? Þú getur alltaf gert eitthvað sem stjórnandi en stundum þarftu bara að fá hjálp. Já. Og það er ekkert af því að viðurkenna þá að biðja hjálp. Einmitt. Það er bara eins og ég með pípulagningamanninn. Akkurat. Það er bara hjálp. Akkurat, það eru til sérfræðingar í þessu eins og bara flest öðru. Þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt spjall. Við hefum getað haldið áfram miklu lengur væntanlega. En takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.